hefur svolítið verið í því síðustu daga að gera upp eða spá fyrir þær breytingar sem að verða nú við meirihlutaskiptin í Reykjavík og Brynjar Karl hjá Körfuboltafélaginu Aþenu upp í Breiðholti. Hann hefur nú gert að verið íkja hrifinn af borgaryfirvöldum í Reykjavík hinum fallna meirihluta sum sé. Og ég bauð Brynjari hér að rauða borðinu til þess að ræða tímamótin. Vertu velkomin. Takk. Ég minnist þess að þú hefur bæði skrifað og sagt í viðtölum að til dæmis rekstrar styrkir frá Reykjavík og borg hafi verið ónógir, það hefur verið tregða á milli þín og stjórnenda, borgin hafi bara verið með stæla og kjaft og allt hafi verið í skrúfunni. Er þetta ekki svona endursögn? Nei, sko, þetta er eiginlega þannig að sko, það sem lýsir þessu eiginlega best er það að ég er sem sagt í íþróttafélaginu IR árið 2019. Ok. Og mér finnst alltaf gott að segja söguna þannig, sko, ég er úr Breiðholti, 111, bjó í Rjúpufellinu. Já. Mín æska er þar. Já. Þannig að þetta er my stomping grounds. Já. Og mér alltaf langað til þess að gera eitthvað upp í Efra Breiðholti. Ég er búin að vera alltaf mjög mikið viðloðin hérna svona yngri flokkaþjálfun og mér finnst það alltaf mjög svona gefandi. Svo er það þannig að hérna, ég er að spyrja íringana, sko, akkur þeir vil ekki fara upp í Austurberg og þá var það körfuknættisdeildin og þetta er þannig að það er hverfaskipt, sem sagt íþróttafélögin eru sko með svona monopoly á póstnúmer. Já. Vissirðu þetta? Nei, þannig að þú ert bara með einkaleyfi á hverfinu. Okay. Og það er allt gert til þess að það komi engin starfsemi inn á svæðin. Þannig að þetta er einokun og IBR er í raun og veru bara Cosa Nostra, New York hérna í hjá mafíu fjölskyldunum og það eina sem þeir komið sér saman er í raun og veru það er það sem heldur íþróttabandalagi Reykjavíkur saman, er þessi sameiginlega áhugi þeirra á þessari einokun. Okay. Svo er þetta þannig að svo er oft pólitík innan deilda í félögunum og félögin eða sem sagt svona innan búðar krónikan, sko, hún gengur oft út á það að það er verið að slást iðkendur og fjármagn og ýmislegt og ég segi einhvern tíma við sko stjórn í IR hérna, akkur farið ekki upp í Efra Breiðholt, upp í Austurberg og eru með æfinga þar og þá mikið talað hvað er léleg þáttakan þar og þá segja þeir, sko, nei, við höfum ekki áhuga þá þurfa þeir að koma inn í Seljakörfi sem er hinum með við Brjánsbrautina. Léleg þáttaka jafnt og margir innflytjendur eða eitthvað? Já, sko, Fellaskóli er yfir 90% Íslendinga af erlendu bergibrotnir, sko. Já. Og þá segja þeir bara, við höfum ekki áhuga á þessari stemningu að vera þarna við frá og þá þarf að gefa upp tíma í Seljakörfi. Þannig að þarna ertu með til dæmis félag sem líður eins og hann setið upp með svartapétur, sko, að því að félögin fá náttúrulega ákveðin forréttindi, þú veist, en því á að fylgja ákveðna skyldur og það var svona í fyrsta skipti svona sem ég hugsaði með mér svona já, auðvitað, íþróttafélögin í Reykjavík þau skilgreina sig oft sem, og þú heyrir íþróttapólitíkin að tala mjög það að hún er að skilgreina sig í lýðhelsu, skilgreina sig í forvörnum og eitthvað svona en svo er mjög auðvelt að fara inn í mjög mörg félög þar sem í raun og veru kemur í ljósa menn hafa bara áhuga á Íslandsmótinu að keyptu vinnuafli, sko. Karla. Íslandsmóti að keyptu vinnuafli. Já. Og hérna þannig að þetta fer ekki alltaf saman og mönnum finnst þetta að vera rosalega low stake bransi og við Íslendingar, sko, þetta Banana Republic of Iceland, sko, einhvern veginn heldur það að það sé búið að, sko, stofnanavæða sveitafélags- og ríkisvæða ósérplagnina. Þannig að þú borgir bara þína skatta og svo bara sér sveitafélagin og ríki bara lægstu raddirnar í samfélaginu. Já. Og þetta er svona konsensus í samfélaginu sem að þetta er ákveðin bjögun í hugsun, sko, þetta er ákveðin svona defensive mechanism í hugsun hjá fólki vegna þess að þú vilt helst ekki vita af því að það er bara heilt hverfi sem stefnir bara því að verða mega ghetto og það er búið að tala þetta og sko ég hef stundum verið að pæla í því hvort að 111 sé nógu stórt en það er til dæmis áhugavert að pæla í því að
að sko upplifun mín, og hún mjög svona, þetta mjög clinical observation hjá mér, skilurðu, sumir af þessum hlutum, að þeir ganga til dæmis út á það að hérna, sko, ég teka eftir í hvað Íslendingarnir eru á harða hlaupum út úr hverfinu. Og ég stundum verið að velta fyrir mig býta af hverju það og svona mjög konkrétt hlutur til dæmis þannig að þú ert með barnið þitt í fellaskóla og þá ekkert víst að læra almennilega íslensku. Og þetta bara rosalegt vandamál. Ég hef verið að tala við kennara en svo það þannig að ég hef verið að nefna þetta og þá þetta aldrei fyndið. Það eru gatekeeperar út allt, skólastjórnendur í skólum eða svona þeir sem eru svona einhvern veginn að sjá þetta, að þeir einhvern veginn eru að verja þessa stöðu sko að það sé allt svo gott að gera og svo ef ég fengi rosalega mikla gagnrýni það ég sé að taka nú fasteignaverðið í Breiðholtinu þegar ég að tala að hlutirnir þurfa að vera betri þarna. Þannig að þetta svona, þú veist, hver hefur hagað því í raun og veru að sinna sem sagt hverfinu. Ég var að skoða hérna kosningaþáttöku í fjölbrautaskólanum í Breiðholti sem vantilega tekur þá hérna 111. Já, hvað, 40%? 40% sko. Nærði í Grafavoginum að vera 70% eða eitthvað? Já, þannig að pólitíkin þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu. Þannig að hvað djöfulsins djöfla sýra í gangi þarna. Og þegar við sko reynum að fara síðan, og ég ætla ekki að taka söguna hvernig við höslum okkur inn í Austurberg. Þannig að þegar við sko stofnum að þennu 2019, þá voru lausir tímar í fellaskóla og við báðum sérstaklega að fá að nýta þá. Og þá ætlum við að bara byrja að byggja þetta upp í rólegheitunum með eitt svona lítinn mínubolta. Hverjir gáfu góð á það, segir þið? Það gaf enginn góð á það vegna þess að þá var eitthvað sagt að frábær hugmynd en því miður þá þetta svæði íringa. Já, frábær hugmynd og þá kom treða með peninga eða eitthvað? Nei, það var aldrei peningar og þá enduðum við með íþróttafélagið upp á Kjalarnesi. Og Kjalarnesið enn eitt svona olnbogabarnið, stór hluti fólk sem býr þar Elduberg í brotin. Þar var bara íþróttahús í mikilli niðurnýslu, bara lag þakið og rottur í þetta boltan okkar og ég veit ekki hvað og þetta gerðu stelpunar í 3 ár, fór í strætó í 90 mínútur til þess að komast í íþróttahús til þess að halda þessu stelpunar þínar. Já, halda byltingunni gangandi. Þetta eru hinir raunverulegu byltinga sinnar þessa samfélags sem þú einhvern tímann hitt á. Spiluðu körfubolta innan rottur. Já, spiluðu körfubolta innan rotturnar sko og í kuldanum og í hreyflegu húsi á dauðum plastdúk sko. Hann drap boltan á hinum á þessum stöðum. Voru þetta allt saman Íslendingar af erlendum? Nei, það voru reyndar allt stelpur meira og minna úr Garðabænum líka við sko. Ok. Það hafa nú verið umskipti fyrir hérna. Já. Og svo það sem raun og veru gerist það hérna að við förum sem sagt upp í Breiðholt og þá eru 11 kennitölur að nýta íþróttahúsið í Austurbergi. Þannig að ég var með starfsemi þarna en fólk var að koma sem sagt úr aðliggjandi hverfum til þess að stunda sem sagt íþróttið þar, þáttakan 11% og okkur taldist til að því að þú getur fengið að sjá sko hérna frístundastyrkin og hvernig eru nýttir en málið bara það má nota frístundastyrkin í pólskunám og hitt og þetta og okkur taldist til sko að þetta væri í kringum 15% þáttaka í ákveðnum aldri og ég man ekki alveg hver aldurinn en samanburðar aldri í öðrum sveitafélögum þar sem var best var í kringum sko 80-85%. Og það sem áhugavert við þetta sko einhvern veginn það líka að þegar við erum að reyna að færa rök fyrir því að við erum að fara þarna inn að þá verður stjórnsýslan eða sem sagt embættiskerfið og pólitíkarnir sér rosalega viðkvæmir að því að sko áður en að við erum komin inn ef við höfum ekki farið inn núna þá hefði samfylkingin og þeir sem í stjórn sennilega verið að tala öll plástursverkefnin sem þeir væru að keyra. Já. Þannig að þetta eru allt plástursverkefni og ég get alveg talið upp hvernig þróunin hefur verið á verkefnunum og svo eitt sem alltaf fyndi að þegar alltaf verið að tala stofnana minni. Ég kalla þetta oft stofnana Alzheimer. Já. Að því að leið og það kemur einhver nýr aðili inn sem tekur kannski við menningu á íþróttaráðinu að þá hann bara búin að gleyma þá eigum við öll að gleyma öllu því sem gerðist síðustu 8 árin
og þú ert sko aftur jafnvel komin í sömu hugmyndafræðina sem að gengur út á það að til þess að efla þáttöku barna í íþróttum að þá þurfi sko að breyta íþróttagreininni eða það þurfi að setja upp einhver plaggöt eða það þurfi að taka inn einhver rosaleg kerfi þegar það hefur alltaf sýnt sig í gegnum tíðina að það eru bara stígvél á jörðinni sem skipta öllu máli og skiptir ekki máli hver íþróttagreinin Þú veist, þú þarf bara fólk sem tilbúið að taka á móti þessum krökkum, sýna þeim áhuga, gera kröfur á jaft við hvernig þú gefur þeim tækifæri til þess að auka virðið sitt. Og þetta bara elsta uppskrift í heimi og þannig að það sem að við gerum í raun og veru, og hún mjög löng sagan og bak við það hvernig við höslum okkur inn í Austurberg, en það var til dæmis þannig að það átti ekki að hleypa okkur inn og ég í dag veit alveg af hverju það bara því að ég ekki þessi meðháði aumingi sem kóa með þessu batteríi og ég bara tilbúin að taka út óhreina þvottinn sem að þarna og það ber alltaf að kæfa af því að inn í þessum sviðum og inn í þessum apparatum leynist allt of mikið af fólki sem algjörlega búið að tapa þjónustulundinni eða tapa hvað maður segja markmiðunum eða stefnu því hvað þetta í raun og veru á að ganga út á. Já, nýtur að þvert á móti að sýna vald sitt. 100% og í raun og veru stöðu sína með valdinu og hefur komist upp með það vegna þess að það fær engin nógu mikið borgað fyrir það að vera slást í þessari svínastíu Já. Þangað til núna 31. maí í fyrra semst fyrir ári í Sléttu þá hefur Vísir eftir þér að ef fram heldur sem horfir verði aðfinna lögð niður í næstu viku og þar fjallað sem sagt það var á síðast ári Já, áhugavert og þar viðtal við þig þar sem að þú segir að Reykjavíkurborg hafi bara engan áhuga á að semja við Aþenu og rekstrarsamningur félagsins við Reykjavíkurborg sé að renna út og þar ertu með þar ertu með nokkuð stór orð gjörbreytt stað í dag? Nei, við erum nefnilega aftur komin á þennan stað í dag það nefnilega áhugavert þarna var þetta þannig að ég segi þessa sögu þannig að síðan erum við í stappi við borgina raunverulega það bara að fá að nýta aðstöðuna og þetta rosaleg slagsmál sem þarf til þess að fá það og ég til dæmis næ Austurbergi á þann hátt að íringum var okkur var lofað tímum og svo þegar við áttum að byrja starfið þá var allt tekið frá okkur þetta var ógeðslega illa gert og sýnir raunverulega hvað þetta allt saman óforskammað og hvað menn eru svífast einski þeir bera enga virðingu fyrir vinnunni þinni eða hverju þú ert að gera þó sért í sjálfboðavinnu að borga með þér og ég beið inn í Austurbergi í 2 vikur ég actually bara mætti með teið mitt og sat þarna og það mætti ekki kjaftur í tímana sem voru teknir af okkur til að sitja í eitthvað annað þannig að þarna var svo bersýnilega ljóst að það var verið að reyna að fylla upp í eitthvað bara til þess að við færum ekki inn þannig að ég þyki og ég prívat persónlega þyki bara mjög óþægilegur þarna inni og menn vita það þannig að það bara Brynjar fer aldrei þarna inn og hvað heldur að hafi skýrt það? Það sem skýrir það það er ennþá lengri saga það er það þegar við byrjuðum með stelpurnar og ég ákvaða að breyta þessu umhverfi hjá stelpum fyrir 10 árum síðan tengt bíómyndinni sem gerði það að verkum að stelpurnar eru svo góðar að þær byrjuðu að vinna öll strákaliðin og það setti kúltúrinn algjörlega á hliðina og til að rifja upp fyrir hlustendum og áhorfendum þær skila medalíu Já vegna þess að þær eru ósáttar við að stelpur sitja ekki við saman borð Já, þeim var ekki svarað stelpur máttu spila inn á mótunum sem einstaklingar en þær máttu ekki vera þessi lið og það vissu allir af hverju það var það bara kúltúrinn þoldi ekki að strákarnir þetta var aðalega verið að verja foreldra drengjana Já, og þegar þú og stelpunar rísir svona upp kerfinu þá verður þú eitraður Já, og af því að það var ekki hægt að taka mig niður og stoppa okkur á öðru leyti að þá bara elsta bragðið í bókinni að fara í manninn og
og ég náttúrulega mjög intens, ég að þjálfa og það partur af prógraminu og þú veist, þetta er engin sissi bolti og það þarf að styrkja þessar stelpur og þær elska það allar, það var alltaf verið að reyna einhvern veginn að gefa í skyn, þetta væri ekki fyrir alla. Við erum svo miklu sósíalistar sko. Það er verið að hjálpa öllum til þess að auka fyrir sig. Þetta var ekki elite-prógram en anyway skilju og það er einhverjum þetta sem við erum að keyra á hann upp í Efrabröldi. Þú veist, þú getur verið bara frá Filippseyjum og bara 1,40 og 14 ára gömul, þú byrjar að æfa körfubolta og við bara tökum þig inn og þú ert tilbúin að leggja þetta á þig, þá ferðu bara endalaust tækifæri og þetta er algjörlega uník á Íslandi. En gerði borgin þá ekki alvöru úr hótunum sinni að henda ykkur út úr Austurbergi? Gátu það ekki, vegna þess að það voru fullt af litlum stelpum sem fóru niður á Reykjavíkurtjörn og mótmæltu með foreldrum sínum og svo vorum við náttúrulega bara byrjuð að tala þetta og þetta stenst engin rök vegna þess að sko, hugsaðir, við erum að tala þessa þáttöku, svo erum við alltaf konum með 120 stelpur og 20% af þeim stelpum eru með sko skelfilegan fjárhagslegan og félagslegan stuðning. Við erum að tala um hóp sem enginn á breyki. Þannig að þarna erum við að tala um kannski 25 einstaklinga sem þetta er kraftaverka þetta samkoma í raun og veru þegar kemur upp yfir og tíminn hjá mér og þjálfurunum í raun og veru sem að stöndum í þessu 80% af minni vinnu hefur ekkert með körfubolta að gera og þá er ég að tala um þjálfunina og ég er ekki að tala um reksturinn, ég er að tala raun og veru um það að við göngum stelpum í foreldrastað þegar kemur á þáttöku vera til íþrótta og hugsaðir eiga meir og minna allar þessar stelpur erlenda foreldra? Rosa mikið og eftir því sem við fyrir neðar Hvert heldur að hlutfallið sé sér? Sko, ég hugsa að hlutfallið fyrir neðan 11 og 12 ára að það sé orðið svona 80%. 80%? Já. 4 af hverjum 5. Já. Þannig að og í neðstu aldrinum okkar sko, það er þetta 90 og kannski eldri er þetta svona 70 og þarna fá þær inngildingu þarna verða hluti af samfélaginu já. Og þú veist og ég verið og varst ekki að skila einhverjum Íslandsmeistaratitli? Jú. Í hvaða flokki var það? Var 10 ára og svo voru við í öðru sæti í 11 ára og bara svo af því ég þekki þetta ekki nógu vel sjálfur, bara svo ég hafi það á hreinu og sérst Íslandsmeistari, eða gull og silfur til hóps af stelpum í Breiðholtinu þar sem að hlutfallið er þetta 80-90% úrslitaleikurinn á móti Stjörnunni í Garðabæn það sem smjörið drýpur af hverju strái já, þannig að það er svona erkimyndins alíslenska þar og svo þið og þið höfðu betur og forréttindi versus og hvað breyttist þá þann dag sem þessi árangur náðist? Hafið þið öðlast lögmæti núna? Já, það fekk rosa athygli en ég meina, ég geti verið að bjarga heilu barnaþorpi og bara í alls konar verkum skilur þegar ég er að ná múslimskum stelpum þú veist, flótta fólki sem að, þú veist, kemur úr allt öðrum menningaheim og bara allt í einu dótturinn fara að æfa körfubolta en má ekki fara út fyrir borgamörkin og eldri dótturinn er bara búin að vera þar þú veist, í mörg ár og svo bara kemur allt í einu Brynjar og banka bara upp á einhvers staðar í 111 og segir bara hæ, við þurfum að tala saman þú veist, við þurfum að koma stelpunni á mót og svo bara næsta sem þú veist að þá er bara móðurinn sofandi á vindsængin í einhverju kennslustofu út á landi þetta er inngilding skilurðu, og svona er þetta bara endalaust þetta er bara endalaust af því að bara í símanum tala við fólk og það sem er áhugaverð því ég er mjög kröfuharður og foreldra og það er í raun og það sem hefur komið mér í mest vandræði en ef þú ert kröfuharður og foreldrar til dæmis í Garðabænum að þá getur slagkrafturinn verið mjög mikill ef þú strýkur þeim í öfu átt en ef þú gerir það upp í Efra Breiðholti að
jafnvel bara hóparnir svona, þegar mætir eitthvað svona alfakall eins og ég þá verða menn bara svona pingu svona fórustuhollir og lauglínir og bara, já, ok, gerir þetta þannig að sko, það er miklu erfiðara að svona tukta þetta lið til í byrjun að því að svona, hvað maður að segja svona stökkbretti er svo lélegt en þegar liðið komið á flug þá flýgur það herra kann miklu betra að meta allt. En að þú skilgreinir sjálfa þessum alfakall 100%. Var það alfakallin í þér sem að sko af því að ég vitni aftur til frétta sem ég hef lesið aftur í tíman það hvernig þú hefur tjáð þig rekstrarstyrki sem voru í hættu. Já, sko, svo er ég ekki komin að þessu. Og húsið, sko, framkoma þín einhvern veginn í þessum samningaviðræðum öllum og alfakallin í þér. Getur verið að það hafi einhvern tíma verið svona menningarleg áskorun fyrir starfsmenn Nei, alls ekki vegna þess að ég er mjög blíður og ljúfur og diplomatískur í byrjun þegar alltaf réttar boðleiðir þegar allan hringinn læt senda mig í hringekjuna þú veist og þetta er áhugavert hjá borginni sko því að svið borgarinnar tala ekki saman. Þú gerir það ekki? Nei, þú bara mætir inn og þá ertu bara menning og íþróttaráð og menning og íþróttaráð verður náttúrulega eiga sér stað undir einhverju þaki. Menning og íþróttaráð þar síðan að vera tengt einhvers konar velferðaráði. Og þeir sem sjá fasteignirnar, það er bara eins og það sé bara Palestína og hitt sé Ísrael. Þú veist, ég líður stundum bara eins og ég geti farið fyrir botn Miðjarðarhafs bara og byrja að reyna að leysa deiluna þar eins og að fá sviðin inn í borgatúni til að tala saman. Þetta er svo ótrúlegt vegna þess að svo mætur bara einhverju fólki og það segir bara eitthvað svona ég meina við erum ekki farið að vinna kraftaverk ég er bara, kraftaverk, hvað meinið? Já það er bara huskið sem sér þetta sem er eitthvað þeir sem sjá fasteignirnar og þetta er svipað með því að svo er hverfamiðstöð niðri Breiðholti og þar er fólk sem hefur komið til dæmis í heimsókn, ég er búin að fylgjast með þeim í 4 ár og það er fólk sem á að taka sér einhverja inngildingu og eitthvað slíkt og ég bara einhvern veginn við erum sko ég er alltaf að biðja þau að sýna mér hvar er árangurinn að því að borgin sko er ekki að ná neinum árangri í þessu hún er ekki að ná neinum árangri í þessu en það sem hún gerir rétt fyrir kosningar er það hún heldur eitthvað breakdance námskeið og setur niður fullt af kennitölum og segir já við erum komið með rosa þáttöku og það er aldrei verið að pæla í gæðunum þú veist, gæðin sem að sko krakkarnir í bestu hverfunum er í raun og vera að fá og hvað felst í því þú veist, ekki bara skór og fatnaður og góð þjálfun og kröfur og svona alvöru virðisaukning heldur líka bara pælt í því ég fæ inn stelpu sem er flóttamaður frá Nígeríu með stöðu, sem mamma með stöðu flóttamanns og hún er að taka þátt í íþróttastarfi og það veit enginn að hún er hálf blind hún er alltaf að fá boltan í andliti sko og það tekur mig svona viku að fatta heyrðu, það er eitthvað sjónin hennar og vesenni sem að þurft að fara í gegnum þegar að viðkomandi er ekki með sko félagslegan stuðning og foreldrarnir hafa engan á þessu að fá bara gleru við handa krakkanum og það að hún sé inni hjá okkur versus að hún sé ekki inni hjá okkur sko er bara, þú ert með þetta eru krossgötur önnur gatan hún er á leiðinni í eitthvað algjört kjaftaði þar sem þú tilherir hvergi þangað til út kannski komin í slæman félagskap eða eitthvað svoleiðis það sem þú fyrsta skipti finnur til og þú veist alveg hvað er að tala versus það að vera á einhverjum stað heilbrigður lífstíl, ægi væntumþykja tough love alls konar aðstöði heimalartum sem við getum ekki gert og það er partur af því að við erum búin að vera að fá borgina til þess að láta okkur hafa kjallara sem er ekki nýttur og það er bara ekki eins og tekin fundir með okkur það er alveg sama hvað ég fyrir mikið í fjölmiðla menn bara ætla ekki að tryggja það að þetta muni ná árangri. Þannig að það er aldrei sko rekstrarleg framtíð, það er aldrei öryggi, það er alltaf bara óvissa. Já, og svo til dæmis var það þannig að Eiríkur Björgvin viðreisnarmaður, þingmaður fyrrverandi bæjarstjóri á Akureyri hann tekur við MÍR menning- og íþróttaráði Reykjavíkurborgar og þetta var bara eins og bara Messiah var í mættur sko. Já, hann bara og hann gerði raun og veru ekkert annað heldur en bara vera þú veist, vinna eftir stefnunni skilu, stefnan er beautiful stefnan er falleg og hann bara, já, takið kjallarann og já, auðvitað gerum við þetta og auðvitað gerum við rekstrasamning við ykkur þannig að þessi eini maður já, hann bara,
Þetta var bara eins og Móses, það var bara eins og hafið bara opnaðist. Okay. Ég ætlaði einmitt að spyrja þig á hann, sko. En hann kosin á þing. Þá fer þetta allt í skrúin aftur. Já, ég skil. Þetta galir. Og þá eitthvað ego sem við vorum búin að rispa hann inni. Og ég er með njósnar í öllum þessum kerfum, sko. Og þeir bara hringi í mig og segja við mig hérna, hér satt ég á fundi í dag og hér töluðu bara menn það að það þyrfti að gera, þyrfti að fara í ákveðna aðgerðir til þess að losa út brjálæðingin. Komunum út. Þig? Já. Þú veist, þetta sko, og svo svo áhugaverð, sko, því að svo alltaf þegar við sendum e-mail og segjum, hvað voruð það að tala þá bara, ég ætla fyrir, hvað segir maður? Já, ég ætla bara að senda þetta aftur til föðurhúsana, þetta sögðu við aldrei, bla, 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 en verkin tala. Og í anskotanum, sko, því að við höfum aldrei beðið krónu. Þú veist, ég að setja í þetta, ég var að reikna þetta aftur tilbaka síðustu 4 árin, þetta rúmlega 1,5 milljón á mánuði, sem ég sit í, sko, ég besti skilvirkasti samstarfsaðili Reykjavíkurborgar. Þetta 150% vinna og tugir milljóna sem búið að setja í þetta og það fleira fólk, formaður minn, Jóhanna, þú veist, þetta eru háskólaprófessorar, dæla peningunum inn í þetta. Sko þannig að þú veist, þú ert að segja að þú og vinninni þið leysir Reykjavík undan skildum sem borgin á. Þetta svo viðbjóðslegt hvernig þetta gert, heyrðu, og svo erum við til dæmis með við erum með mat, að það eru stelpur sem koma til okkar og við þurfum að fylgjast með þeim hvort þeir eru nærðar. Þetta ástæðan fyrir því að ég big fan af skólamáltíðum. Þetta einhver mesta snilld sem ég veit. Hvað var Sjálfstæðisflokkurinn að pæla þegar þeir risu upp á afturlappirnar gegn skólamáltíð? Ég skila það ekki að það. Bara kjaftaði, sko. Þetta bara algjör snilld, skólamáltíðir, ég bara all for it. En svo koma rauðidagar og það koma alls konar dagar og það eru stelpurarna sem upp í húsi hjá okkur bara frá klukkan 3 til 8, þá til að meistaraflokkurinn farinn og við þurfum að fylgjast með þeim að fá að borða. Svo erum við með þjálfara þarna sem við erum að reyna að dríja tekjur og það eru matvælaframleiðendur sem að gefa okkur mat. Við erum með yfir 500 milljón króna virði af mat í frystikistu sem við keyptum niðri og þegar það búið að gefa okkur leyfi að fara niður í kjallarann, þá vorum við líka búin að kaupa, fengum ódýr borð og stóla en við þurftum að borga fyrir þetta eitthvað kringum 3 milljónir. Vorum með verktaka sem við sendum þetta niður til þess að vinna fyrir bara foreldrar sem búin að gera alls konar hluti. Svo þegar nýr aðilar koma þarna niður, þá bara næsta þess að við vissum að þegar var alltaf verið að segja við okkur að borgin skuldaði svo mikið. Við vissum bara ekkert mál, við bara gerum þetta sjálf. Svo þegar komi nýr aðilar, þá voru engin samskipti, þeir segja ekki einu sinni við þig, herru, við viljum ekki hafa ykkur lengur. Þú bara látin hanga. Og svo bara næsta sem gerist bara það bara að fara að koma ykkur í nýjir tímar inn í íþróttahús sem enginn hefur náð að manna í 20 ára og þú hugsa bara þetta svo mikið amateur hour og þetta svo súrt og þetta svo bleitant, þetta svo svakalegt og þá fattar maður hvað borgin kemst upp með mikið ofríki og valdnýslu gagnvart þegnum sínum en þess að hvaða rödd fer gegn þessu, það trúir þessu enginn. Og svo þetta allt nafnlaust, þú veist, ég þarf að fara að nafngreina þessa aðila inni hjá borginni. Þetta bara glæpur. Hver tók við af Eiríki Birni? Nafngreindan? Hver tók við? Hann heit Steinþór. Steinþór? Já. Steinþór, ertu ekki að standa þig? Hann ekki að standa sig, það bara langt í frá. Og svo þegar þetta tekið, að þá einhverju verktakar sem mæta og taka ískapun, fristin okkar úr sambandi og svona. Þú veist, þannig að það skemmist þarna matur, veistu það, sko skemmdaverkin sem eru framin í fyrra, þá erum við með, sko hugsaðar annað, við erum með frían körfuboltaskóla allt sumarið. Hann er frýr. Þú veist, þetta tekjuöflun fyrir öll félög að vera með námskeið á sumrin. Þannig að við erum í versta hverfinu sem þarf langmestu tekjurnar en fáum langmestu innkomuna og þetta veit borgin og hún veit árangurinn sem við erum að ná og hugsaðar þetta, við erum að keyra upp
sko starfið 20 krakka á ári. Fólk getur farið á Facebook síðuna mína þar sem ég skrifaði til dæmis grein það hvernig við förum að því að ná í útlendingana því að þú mátt ekki fara inn í skólana og við þurfum að veiða það á götunni sko. Þannig að við erum með alls konar partí og hluti sem ganga út á það að stelpurnar sem í félaginu mega ekki mæta í partíinu, það haldið bara megapartí einu sinni í mánuði og þú mátt ekki mæta nefnum komið með einhverja vinkoniðina með þér. Svo eru við bara einhverjum pedofíliskum sko, aðgerðum hérna bara að taka númer og hvað áttu gömul og hvað áttu heima og bara gefa þér nammi og gefa þér bóli og eitthvað en þú mátt ekki sækja að vinnur einhver velun fyrir þú bara mættur aftur á næstu æfingu. Þú veist, hérna, svo erum við með þessa hverfamiðstöð þarna niðri Breiðholti, það er sko fullt af fólki í vinnu, við einhverja inngildingu og því að við förum þarna niður og segjum bara, hvað er það að gera? Í hvað peningurinn að fara? Við fáum ekkert út úr samstarfinu. Annað heldur en bara skemmdaverk og svo þegar við fengum samningin hjá hérna Eiríki og við rekum þetta með snild þetta er snildarekstur á þessu okkur var lofað bara ef þið standið ykkur vel þá var hann tekin af okkur það skiptir rosalega miklu máli en veistu hvað, þetta var svo mikið klúður að þeir urðu að segja eitthvað á sínu tíma í fyrra að þeir hafi ekki ennþá tekið við reksturinn við erum ennþá að reka þetta en það lá alveg rosalega mikið á þetta var þvílíkt fjölmiðlafár og svo kom Skúli Helgason og sagði já svo þarf Brynjar, að því að þú veist, það er að vera að reyna að henda kortinu hérna Brynjar barnafantur, sko. Þá hendur hann kortinu og segir, já, hann þarf allavega að skrifa undir mannréttinda sáttmála borgarinnar. Svona að reyna að koma því svona að, gleymið því ekki að Brynjar er ekki að fara, er ekki, sem sagt, keyrður á mannréttindum. Og ég hugsa allan tíman, hverjir eru það sem ætti að skrifa undir hennar mannréttindasáttmála sko. En til hvers ertu að vísa þegar þú kallar sjálfa þig í innan gæsalappa Brynjar barnafant? Sko það er það sem er alltaf verið að reyna að það er eina sem menn geta gert til þess að klína einhverju á mig af því að það er disciplín hjá okkur þú veist, á æfingu og ég er svo harður við hérna foreldrana og þá er verið að reyna að finna einhvern svona hérna, já, eins og til dæmis það er oft verið að segja sko það er ofta að reyna að klína á mig sko, ég sé einhver svona elítþjálfari skilur hvað að fara, svona constant weeding of the herd komið bara inn 10 og ég sé bara að reyna að finna hérna næsta ólympíu fara fattar mig, í staðin fyrir það að við séum að nota íþróttirnar sem ég held að það sé meira í félagi eins og Val í handbolta ásluðis já, ég held að Óskar Bjarni sé reyndar mjög á minni línu þarna sko hann er náttúrulega snillingur hann er snillingur sko. Já. En sko, ég er að reyna að átta mig á því að því að sko, ég fékk þig í spjallið mannstöðu til þess að velta þig fyrir mér hvort maður eins og þú sem hefur og ert enn á fullum krafti að gagnrýna borgaryfirvöld og að manni sýnist að mörguleiti hérna réttilega við erum að velta þig fyrir okkur hvort nýr meirihluti hvort viðhorfin verða einhver önnur eða betri þar hvar liggur svona hugur þinn gagnvart því? Ertu bjartsýnn á að líður eins og þú veist að koma út úr einhverjum bönkar þar sem er bara ömurlegu tími að baki og það hlýtur alltaf að vera einhverju leyti þannig að embættismennin, að tengsl embættismanna og borgarfulltrúa ráði einhverju. Ég trúið ekki að embættismenninir hafi einir svo mikil völd að það skipti engu máli hvaða borgarfulltrúar séu í borginu á hverjum tíma. Það er mjög góð spurning sko. Já, það er enda góð spurning en sérðu fyrir þér að meirihlutaskipti núna þú hérna það verði léttara að vera þú með þína starfsemi og fyrir stelpunnar í Breiðholti að betri tímar kunna renna upp? Sko, við erum að undirbúa það núna að leggja félagi niður. Nú er það? Já. Alveg saman Við vorum að vinna liðið upp í úrvalsdeild. Já. Og við erum bara að lenda í svo sko það sem er erfitt við að byggja félagið upp er það að þú þarft að fá blóð annar staðar frá þegar þú ert í startupi þetta getur ekki verið organically grown vegna þess að elstu stelpurnar sem byrjuði í Austurberg í dag eru 15 ára gamlar og okkur vantar 1-2 leikmenn til þess að koma inn í klúbbin til þess að það make sense fyrir okkur síðan að fara kannski eftir einum kana og einum erlendum leikmanni og eitthvað svona til þess að halda þess úti
og þetta mjög erfitt fyrir okkur vegna þess að sko eina ástæðan fyrir því að í dag að ég held úti meistaraflokki og ekki að sko fólk haldi það að við séum ekki að taka meistaraflokkin alvarlega sko því að þetta er svo ungar stelpur og þær verða að fá tækifæri til þess að bæta sig svo þær geti látið sína drauma verða veruleika en málið er það sem er áhugavert líka við þetta er það að meistaraflokkstelpunar okkar bera uppi sko oppan af þjálfuninni og án meistaraflokks þá getum við ekki stækkað því að við höfum ekki fjármagn í að sko ráða erlenda þjálfarar, þess að íslenski þjálfarar og íslenski leikmenn þeir hafa ekki áhuga að koma inn í þetta umhverfi þú sér það, ég með hérna þú berðst til dæmis bara aðstöðun í Val eða KR sem að eru Reykjavíkur liðin sem að við erum að slást við í hérna úrvalsdeild að þá kemur þú inn í klúbb sem þarf að vera að berjast fyrir sko, við þurfum alltaf að vera að tala um hvað þetta er skýtt og einhverja stelpur sem eru 20 eða 21 ás en einhverju þjálfarar sem eru svona karrierdrifnir og ekki komin í hérna sína svona philanthropy pælingar sko þeim langar ekkert að koma í aðhennu svo bjóðum við þeim á vídeofund eða bara fund hann er tekin á ganginum meðan að það er kjallari þarna niðri og fólk er alltaf að hugsa bara hvað meina kjallara, hvað skiptir þetta svo miklu máli þú veist, við þurfum að því að við erum að keyra svo mikið svona skapgerð og prógram ég er að kenna þessu stelpum sálfræði og heimspeki og það við okkur vantar sko að vera með aðstöða sem við getum hjálpaði með heimalárdum sem skiptir, allir þessi hlutir skipta rosalega miklu máli en þess að þegar þú nærða straumlínu laga hegðunina fyrir utan völlin alveg svo nærða straumlínu lagana inn á vellinum þá speglaði sér þessar vittir hvort annað og hérna En ertu að hóta því að leggja félaginu? Nei, þetta er bara ekki hægt. Er það bara staðreynd? Já, og við málið er bara þetta að sko fyrir okkur að þurfa síðan að yfirborga einhverja leikmenn sem ég er aldrei að fara að gera til þess að fá þá til þess að koma í þessar aðstæður er náttúrulega bara ekki viable og ef að borgin sko ætlar ekki að endurgreiða okkur sko til dæmis bara hérna skemmdirnar sem var orðið hugsaðir við sitjum uppi með borð og stóla ónýtan mat fleiri 100-1000 klukkutíma í sjálfboðavinnu sem er síðan bara tekin að þér og það er ekki eins og sagt sko við skulum endurgreiða þér við erum með sko óvelvildin er svo mikil að ef við sjáum ekki að og það skiptir engu máli hversu mikið menn eru fúlur til mig þetta snýst ekki mig þetta snýst 120 stelpur og sjálfsagt eftir 2 ár þá verða þær orðnar 200 og við förum sjálfsagt að fara inn í strákaboltanarna líka í hverfi sem þarf svo á þess að halda að þetta er eiginlega raunveru sko, ég myndi segja að þetta væri svona þetta geti verið vagga rasismans á Íslandi Vagga rasismans og þá er ég að meina það sko hinháttin vegna þess að ef að við ætlum ekki að gefa krökkum Meinarðu vagga mótvægis? Nei sko, ég er í raun og veru að segja það að ef að hópur Íslendinga af erlendu bergi brotin hópast allur á sama stað og við erum ekki að hugsa það að gefa þessum krökkum tækifæri þú veist að koma inn í samfélag okkar fá tólin og tækin þekkinguna, færnina, virðið til þess að geti gerst sig gildandi hvað heldur að gerist? Það geti orðið reiði Þetta er byrjað við sjáum þetta er byrjað mjóttin, ert að grínast svo mætum við þarna uppbyttir og keyrum allt í botn og náum árangri á no time og það virðist vera eins og borgin sem er búin að vera að reyna að gera þetta að hún lítur svo illa út í samanburði við þetta allir þeir sem er að reyna að gera eitthvað upp á Breiðholti þú veist það er bara búið að gera það niður þá það er bara búið að segja þetta er hægt en það þarf ákveðið effort en þú getur ekki sko við erum í raun og vera við erum ekki að kvarta undan stuðningnum við erum að kvarta undan því hvað er verið að kippa alltaf fætunum undan þessu sko, það er nefnilega mjög mikilvægt að fólk gerir sig grein við það sko, það er eitt að styðja þetta annað að vinna á móti þessu og það er það sem menn eru búin að gera og þeir eru að gera það og ég er búin að vera að tala um þetta á Facebook síðunum minni að við erum hérna með vinstri flokkana
þú veist, ég hef alltaf haldið ég væri vinstri maður hvað að þessu liði svo kemur miðflokkurinn útlendingahattararnir og múra og kýtta og mála hjá mér kjallarann og alltaf að heyra í mér bara hvað í gangi og við skulum sko keyra þetta í gegn og eitthvað sjálfstæðisflokkurinn mætir skilur bara eitthvað svona þú veist, þorir ekki að taka afstíð hlutunum mér líst þetta helviti vel á Pétur mér varst ógeðslega erfitt að fara gegn Pétri sko. En hvað meinar með miðflokksmenn? Það er engin borgarfulltrúi sem miðflokkurinn hefur haft. Ég veit það. Og hvað, er það miðflokkurinn í einhverju... Nei, sko, hverja skilgreinir sem miðflokksmenn sem koma og kýta það? Það voru, bara foreldrar sem að kjósa miðflokkin? Nei, það var bara, Páll sem var í 7. sæti og svo mætti Lárus Blöndal sem er í 3. sæti og Ari og Kristín. Þú veist, þau mæta þarna uppbyttir og ég er að sýna þeim þetta Sjálfstæðisflokkurinn kom líka Skúli Helgason kom líka hann kom 2 mánuðum á undan og ég bara kisti Skúla og bara elsku vinur og hann var bara að segja mér alls konar hluti sem að útskýrði dálítið mikið hvað var í gangi og ég ætla ekki að koma hann í endalaus vandræði skilur, hann er nógu miklu vandræði með stöðuna sinni í borginni núna en ég beið eftir því hann myndi sýna mér að því hann sagði mér hluti og þeir hlutir voru bara, ok, ég get skilið þetta, þú veist, ISI var í eyrana á honum, það helvitis bákn, sko, sem að reyndar, elsku Willum, búin að taka við, elska Willum, og og hvað gerir svo? Hann gerir ekki neitt, og ég er að tala við Pétur, og á Messenger, tala við Pétur og Skúla, allir ekki að gera eitthvað bara sýnið hér, let's smoke the piece of pipe farið þarna inn í þetta batteri og gefa okkur hann kjallara til að byrja með, bara smá token of faith ekkert en svo átti ég bara, gerum þetta eftir kosningar eitthvað svona, ég sagði bara, ég er bara mitt skot í byssunni sko þú veist, þannig að ég er bara í einhverju anti-campaign þannig að þú ert að spyrja mig hvernig ég held að þetta verði veistu það, ég held reynda bara þegar ég er að fylgjast með því að svo er ég að fylgjast með Einari Þorsteins þú veist og ég talaði svolítið við hann fyrir síðustu kosningar mér leist rosalega vel á hann ég skil vel akkur fylgi hefur hrunið á honum já, þetta er allt svo populist sko það er bara framsókn bara hvert er vindurinn að fara þú veist, ég hef enga trú á þessu lið ég sýr og trú á þessu ég held að þetta sé allt kólspilt, þetta drasl já, mér staði ekki ólíklegt það sé rétt hjá þér en ég held að þú sért að hóta því að þetta félag verði leyst upp og það sé ákall meiri stuðning, meiri skilning Nei, bara taka hindranirnar úr vegi okkar ekki, við þurfum engan stuðning já, en þú ert fyrst og fremst að hóta þessu af því að þú vilt halda áfram ekki satt 100p, en þetta er ekki hægt þú getur ekki sko minna hugsaður ef að ég og þú færum í bara startup business og þú myndir segja bara Brynjar, þú kemur alla vinna allan peningin, allt effortið en ef mér dettur í huga henda þér út og ég er mjög grömpi gæi og þú eru að vera rosalega hliðhollur öllu því sem ég er að segja og þú eru að hrósa mig fyrir allt sem ég ger ekki þú veist, væru við í samstarfi þú veist, ef þetta væri þú myndir þú koma í samstarf með mér þetta er dansinn sem við erum að bjóða þér í Já, ég skil þig og þú auglýsir á milli sambands og orða þess vegna talaru sérstaklega vinstra fólkið sem að þú hefur verið í samskiptum við sem tala fyrir umburðarlyndi, inngildingu allir séu jafnir og allt það miðflokkurinn hefur nú frekar haft að orða á sér að vera gegn innflytjendum Ég er með 50 sönnur af frá 50 sönnur? Já, pældi því Ég er búin að reyna að ná í Sönnu mörg ára, hún kom reyndar að heimsækja líka hún og Líf, og ég er alltaf rosa skotin í þeim sko mér finnst það sjarmerandi og það eru svolítið svona my blood sko úr Breiðholti en svo er ég bara að pæla, er Sanna bara að leita sér að einhverju næs innivinnu eða hvað er málið? Er það málið? Ég veit ekki Nei, þú veist, akkur er hún ekki guns blazing þú veist, það er enginn sem á að tengja jafn mikið við þessa stelpur og Sanna þetta er allt sönnur Þá grunar mig að persóna þín þvælist eitthvað fyrir Já, þá átt að fólk að finna sér eitthvað annað að gera vegna þess að við erum að vinna fyrir þessar stelpur og ég get alveg sagt þér það ef ég væri ekki að kúka þetta lið í orði þá væri ekkert heldur að gerast Nei. Djöfull er ég reiður Þú ert svolítið reiður Já, þetta er therapí að koma Já
Djöfulli gott að koma þetta. Má ég ef að gera þetta einu sinni í viku? Já. Þetta er fínt sjónvarp. Andskoti. Hvað er aðeins aumingjum? Nákvæmlega. Hversu erfitt er þetta? Og ef að þetta er svona í þessu málum, hvernig heldur að borgin sé rekin? Hvernig heldur að batteríi sé? Guð blessi Ísland, sko. Það er ansi víða pottubrótin. Veistu það? Þetta er galið. Og svo bara, þetta er bara merkjum það, við höfum svo helviti gott hérna. Þú veist, megin þorrin. Í dýrasta landi heims. Í dýrasta landi heims. Forréttinda ógeði sem er í gangi hérna, sko. Og það ætlar enginn að skila neinu tilbaka. Helviti sjálftaka og spilling. Já. Fara að kvætta á þetta núna. Ég fer að segja hluti sem ég ætlar að sjá eftir, sko. Halda áfram. Ógeðslegt, sko. Já. Mér finnst alltaf frábært að fá viðmælendur hér á Rauðaborðinu sem tala af ástríðu og brenna af ástríðu fyrir umræðuefninu. Þú veistu hvað ég er að fara að gera núna? Nei. Ég er að fara að taka við verðlaunum hjá landssambandi foreldra. Geggjað. Heimili og skóla. Já. Fyrir ári síðan þá átti að bannfæra mig og brenna mig á báli fyrir það að vera barnafantur þegar samskiptafulltrúi íþrótta var að reyna að mannst eftir þessu. Já. Það var verið að reyna að klína á mig alls konar hlutum, sko. Ég er að segja, þetta er einhver svona, þetta samfélag er bara einhver farsi. Þetta er íslenska geðvíkin. Hvernig það bara hendist til á einu augabragði. Já. Og svo setur bara sveittu bólurinn heima og sér bara að horfa á samstöðuna bara eitthvað svona og allir ráði ekki við geðsræfingarnar og engir kaldir hausar að pæla í því hver staðan er og í hvað átt þetta stefnir allt saman. Þú veist, þó að reiknidæmið sé sko í raun og veru einstafa töl, sko. En ert þú ekki hluti á þessari geðvíki? Þú varst rosa reiður fyrir 2 mínútum og nú ert aftur honum glaður? Já, sko, málið er náttúrulega að vera reiður að réttum tíma, réttri ástæðu, við réttan aðila. Já. Aristóteles talaði þetta, sko. Það er í raun og veru kúnstin, sko, þannig að þetta er réttlátt reiði. En þú veist, ég ætla ekki að láta hann að stjórna mér. Nei. En það var gott að sjá glitta í henni í spjalli. Já. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir að koma, Brynjar Karl. Yndislegur. Sömuleiðis. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við erum rétt að byrja, höldum áfram hér eftir andartak. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.